How does it sound? All good? It would be better to put this higher up and have the mic face out so it doesn't rub against your shirt. Okay. Okay. Yeah. So, better? Doesn't make any noise. But what about if I'm going to... Okay, I'm not going to shout anyway. I'm Estonian. Velkomin og gleðilegan hvíldardag. Gaman að sjá ykkur öll hér í dag. Við skulum hefja þessa stund með bæn. Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir fallegan dag og ég bið þig að blessa þessa stund fyrir okkur. Í Jesú nafni. Amen. Skulum byrja á því að syngja sálminn númer 226, Alfrjáls. Alfrjáls.
Já, við getum svo sannarlega fagnað yfir því sem Jesús er búinn að gera fyrir okkur. Og það er líka stutt í það að hann fara að koma og við skulum syngja sálm einmitt það sem er númer 146. Ég mun brátt sjá augliti Jesú. Við skulum núna rísa á fætur og lesa á Markúsar guðspjalli 10. kafla 17 til 23 og það er vers sem að ræðumaðurinn hefur valið sér fyrir daginn í dag. Markúsar guðspjall 10, 17 til 23. Þegar hann var að leggja af stað kom maður hlaupandi, féll á kné fyrir honum og spurði hann: Góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann: Hví kallar þú mig góðan? Enginn er góður nema Guð einn. Þú kannt boðorðin. Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúgvitni, þú skalt ekki pretta, heiðra föður þinn og móður. Hinn svaraði honum: Meistari, alls þessa hef ég gætt frá æsku. Jesús horfði á hann með ástúð og sagði við hann: Eins er þér vant. Far þú, sel allt sem þú átt og gef fátækum og munt þú fjársjóð eiga á himni. Kom síðan og fylg mér. En hann var dapur í bragði við þessi orð og fór burt hryggur, enda átt hann miklar eignir. Þá leit Jesús í kring og sagði við lærisveina sína: Hve torvelt verður þeim sem auðinn hafa að ganga inn í Guðs ríki. Skulum biðja.
Kæri Drottinn, við þökkum þér fyrir þá stórkostlegu gjöf sem þú hefur gefið okkur í þínum eigin syni. Ég þakka þér fyrir fórn Jesú Krists fyrir okkur. Og Drottinn minn, vilt þú hjálpa okkur að lifa lífi okkar út frá einmitt þessu, að þú hafið fórnað öllu fyrir okkur. Vilt þú hjálpa okkur að fórna öllu fyrir þig? Vilt þú hjálpa okkur að lifa okkar lífi samkvæmt þínum vilja, að við mættum vera blessun í þessum heimi, að við mættum vera ljós öllum þeim sem eru að leita í myrkrinu. Drottinn, vilt þú blessa ræðumannin sem mun tala til okkar í dag? Viltu tala í gegnum hann með þínum heilaga anda til okkar? Ég bið í Jesú nafni. Amen. Nú skulum við syngja sálnúmer 331. Allt þér Jesús glaður gef ég. Nú skulum við taka upp gjafir og þær renna til Adra. Amen.
Kæri drottinn, við þökkum þér fyrir alla góða gjafir sem þú gefur okkur og fyrir lífið sjálft. Vilt þú, drottinn, blessa þessar gjafir og blessa þann sem gefur og megi þetta verða þínu starfi til blessunar og þér til dýrðar. Í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, nú komaði ykkur. Nú ætlum við að syngja barnasálminn. Þið megi alveg koma fram með viljið. Jæja, þá það Janus Janeri, barnasaga, children's story. Gjörðu svo vel. This came as a little surprise, but of course you can always talk something good and wonderful, especially about a prayer. You know, there was a... Já, hann ætlar að segja ykkur sögu bænina, krakkar. One day there was a small boy or girl, I don't even remember, Einu sinni var strákur og stelpa, ég man ekki alveg nafnið. who wanted to have something very, very special. Já, ég man ekki hvort það var strákur eða stelpa, en hann langaði eitthvað sérstakt. This little kid wanted to have a small kitten, Þessi krakki langaði að eignast lítinn kött. but the problem was that the parents, En foreldrarnir, mom and dad, mamma og pappi, they were saying, þau sögðu, no way, nei, alls ekki. you can't have a kitten, Þú mátt ekki eignast kettling. because kitten is a living thing. Köttur eitthvað sem er lifandi, You need to take care of the kitten. maður þarf að passa svo vel upp á kettlingin. And yes, we know that you promised that you will take care of the kitten. Ég veit að þú ert búin að lofa því að þú ætlar að passa vel upp á kettlingin. But we were once small kids as well, and we know that these promises lasted like 2 weeks. Og við vorum líka litli krakkar og svona lofur dugðu bara í 2 vikur. So we can't get you a kitten. Þannig að því miður þá getur þú ekki eignast kettling. This little, okay, let's say that this little girl Segjum að þetta hafi verið stelpa. started to pray. Og byrja hann að biðja til Guðs. Because if you pray something, Ef þið biðjið, then you don't have to deal only with your mother and father, but with God as well. og þá þurfið þið ekki, excuse me, You don't have to deal only with your parents, but with God as well. þá þarftu ekki bara að vera með foreldrarnir líka með Guði. And if the parents are the ones who are not giving you the kitten, Ef foreldrarnir gefa þér ekki kettling, then maybe God will give you a kitten. þá mun Guð kannski gefa þér kettling. And parents were like, well, if God will give you a kitten, Og þá sagði foreldrarnir, ef að Guð gefur þér kettling, then we will take care of it, þá munum við hugsa köttin fyrir þér. even after 2 weeks. Jafnvel eftir 2 vikur. So one day, it was a nice summer day, Einn dag var mjög fallegur sumardagur
This little girl was outside in a garden, Þá var stelpan út í garðinum, and she was kneeling, svo var hún svona á hnjánum á bæn, put the hands together, setti hendurna saman and said, og "Dear sagði, Lord, kæri faðir, please give me a kitten." viltu gefa mér kettling? And parents and some other relatives were around, Foreldrarnir og fleiri voru hann í kring and they smiled a little bit. og þau brostu. And then they heard a noise, En svo heyrðu þau hávaða and it was og var mjá. And at the same moment, Og a sama kitten fell down from heaven. Og á sama tíma þá féll kettlingur beint af himnum ofan. Just in front of this little girl. Beint fyrir framan stelpuna. What has happened? Hvað hafði gerst? This kitten was actually one of many small kittens of the neighbors. Þetta var einn af mörgum litlum kettlingum sem nágranninn á. And somehow this little kitten managed to climb on a tree. En þessi kettlingur, hann náði að klifra upp í tréð And they wanted to call the firemen, og þeir ætlaði að hringja í slökkviliðið, but then somebody had an idea. en þá fekk einhver góða hugmynd. Maybe we can throw the rope on top of the tree Kannski getum við bara and pull it down so we can get the kitten down. reynda að toga tréð niður með svona reipi. So they threw the rope, Þegar þeir hentu reipinu upp í tréð, started to pull down the tree, toguðu tréð niður and it was almost like that, and they could almost reach the kitten. og það var svona komið niður en náðu næstu því í kettlingin And then the rope snapped, og svo, and the tree did like that. og svo And this little kitten did just in front of this little girl who was praying for the kitten. og svo slitnaði þetta band og kötturinn var við sveif í loftinu beint fram fyrir stelpuna sem var að biðja. It may be that not all of your prayers are going to be answered like that. En það ekki alltaf sem bænum okkar svara svona. And I still recommend you to talk with your parents if you really want to have a kitten or a dog or a hamster or whatever else. Og ég mæli með því að þið fáið leyfi hjá foreldrunum ykkar ef þið And viljið try eignast to kött. convince them, Og reynið að samfara þau. but prayer works. En bænin, hún virkar. It always works, Hún virkar alltaf. even if the kitten won't fall down from heaven. Jafnvel þegar að kettlingur dettur af himni ofan. So this was the story, Þetta var sagan. not only for young, but for older ones as well. Bæði fyrir unga og aldna. And now it's your turn to preach also. To preach as well. Já, takk fyrir krakkar. Well, from where to start, Hvar á ég eiginlega að byrja? based on that story? Ég ætla að byggja það á þessari sögu. You probably have heard expression that it rains cats and dogs. Þið hefur örugglega heyrt þessa þannig enska máls að það rignir hundum og köttum. This is the expression about some kind of huge storm or something like that, which is usual here in Iceland. Þetta sagt svona þegar það rignir mikið í ensku máli. Because when we were here, 4 years ago, exactly 4 years ago, Þegar ég var hérna akkurat fyrir 4 ár síðan, then we actually discovered that the reason why you have those waiting booth for the bus stations, bus stops, já, við sáum það að ástæðan fyrir því að við erum með svona stoppistöðvar fyrir strætó. you know, in some places there is just one post, like in Estonia, Sumstaðar saying er that bara, this is the stop. And sumstaðar eins og í Íslandi þá er bara svona stöng. or if this is some kind of advanced bus station, then there is some kind of like back wall and 2 small side walls. En ef þetta er svona framþróuð stoppistöð þá er bæði svona veggur fyrir aftan og til hliðana. But here we learned that you have the front wall as well. En hérna erum við líka með fyrir framan okkur. And we went out and it was a beautiful sunny weather Við fórum út, það var sólskin úti to take the bus into the downtown. og ætluðum að taka strætó niður í bæ. And when we went into the bus, when we reached the bus stop, it started to rain. Og þegar við komum inn í stoppistöðuna þá byrjaði að rigna. So we went in, Við fórum inn you know, like, here is the class, here is the class, here is the class,
here is a little opening and here is the glass. Já, þannig að hérna er sem sagt fremra glerið og svo hliðaglerin og svo afturglerið og hérna er op. And we note, and the roof is intact. Og náttúrulega þakið. And we noticed that this glass, which was in front of us, Og was þetta- wet inside. Og við sáum að glerið sem var fyrir framan okkur var blautt að innan. I don't know how you are doing that, but Ég veit ekki- really, the rain comes in any direction. Ég veit ekki hvernig þið fóruð að því, en rigningin hún kemur úr öllum áttum hér á Íslandi. But this was more like a weather change, what was important in this place. En það sem að mikilvægt er og það er þessi veðurbreyting. It was nice, sunny, and suddenly rain started. Já, það var virkilega gott veður, sólskin og svo allt í henni byrjaði að rigna. And in reality, this was something what we had in our scripture reading today as well. Og þetta er eitthvað sem við höfum líka í ritningarversunum sem við lásum í dag. This was like a spiritual weather change. Þetta var svona andleg veðurbreyting. There was a respected, wealthy man who came to Jesus, Það var virtur maður sem kom til Jesú trying to be really polite og var að reyna að vera mjög kurteis and expecting a warm, nice conversation between him and Jesus. og var að búast við svona hlýlegum og góðu samtali við Jesú. But instead of that, En í staðin fyrir það, Jesus drops like a lightning bolt. að þá kemur eins og þruma, That changes everything in this particular moment. kemur svona elding frá eins og Asking- þruma á himni á Or hann asking a simple question, og hann spyr einfaldara spurningar. why do you call me good? Af hverju kallar þú mig góðan? Those of you who want to keep that track on the scripture as well, this is Mark chapter 10, verses 17 to 23. I'm not going to read it right now again because we just read it. Ég ætla ekki að lesa þetta aftur, en ef þið viljið fylgjast með, þá var þetta í Markus og Guðspjallið 10:17. In what sense Jesus implies that he is not good? Á hvaða hátt, af hverju er hann að segja að hann sé ekki góður? How does it make any sense? Er þetta eitthvað rökrétt? Especially with the next sentence, Sérstaklega út frá that only næstu God setningu, is good. þegar hann segir aðeins Guð er góður. No, Jesus is no way implying here that he is not God, Hér er Jesús ekki að gefa í skyn að hann sé ekki Guð. especially for this crowd. Sérstaklega ekki He has made it very clear that he is God. fyrir framan þetta fólk. Hann hefur Just gert það few- mjög skýrt að hann er ekki Guð. Just few verses before that story, Nokkrum versum og undan þessari sögu, we have the story where children will come to Jesus and the disciples are like, please don't come near. þá erum við með söguna þar sem að börnin koma til Jesú og lærisveinarnir leyfa þeim And það ekki. Jesus is angry because he says that for them is the kingdom of God. Og Jesús verður mjög leiður og segir, slíkra er himnaríki. So everybody understood that when children are with him, then they are part of the kingdom of God. Og Jesús segir að þegar hann er með þeim og hann segir að þeirra er himnaríki. Or take the ending verses of the chapter 8 in the book of John, Ef við förum í, what chapter? 8, 8. kafla Jóhannesar Guðspjall í lokin, where he talks about the Father, þar talar hann faðir praising him, og lofar hann. and says perhaps the most powerful words for Jews. Og hann segir eitthvað sem er kannski kraftugast fyrir nokkuð gyðing að heyra. Before Abraham was born, Áður en Abraham var, I am. er ég. Referring the experience what Moses had with God. Og þarna er hann að vísa til þeirrar upplifunar sem Where Moses had to tell- Móses var fyrir í eyðimörkinni. Where Moses had to tell the people of Israel that I am was the one who sent him. Þar sem Móses þurfti að segja fólkinu í Egyptalandi að það var ég sem sendi mig. So when Jesus is not saying that he is not good because he is not God, En þegar Jesús segir að hann sé ekki góður af því að hann er ekki Guð, because only God is good, vegna þess að Guð er sá eini sem er góður, then what was the idea behind that Þannig að hver sentence var- or that question? hver var þá hugsunin á bak við þessa spurningu? Good is quite a loaded word.
það að vera Guð dálítið fyllt merkingu. And we may find several reasons to explain why Jesus chose to answer like that. Og við getum fundið alls konar ástæður fyrir því af hverju hann svaraði svona. You see, good is something which is not bad, which is not evil. Já, það að vera eitthvað gott, But það if- ekki það sem illt, það akkurat öfugt. But if something is not evil, then this means that this thing is just not evil. En ef eitthvað ekki vont eða illt, þá þýðir það bara að það ekki illt. And if something is not bad, Og ef það eitthvað sem ekki slæmt, then if you try to define good as not just being a bad or not just being an evil, is leaving you with quite an empty definition. þannig að það mjög tóm, það ekki hægt að segja, að skilgreina gott bara með því að segja að þetta ekki illt. To put that into a little bit perspective, Og setjum þetta aðeins í samhengi. there is a story about one man from the faraway village, definitely not in Iceland, Já, það saga mann sem að bjó langt í burtu. and this village was the village where everybody grew the reindeers. Og þetta verið þorpið þar sem allir voru að rækta hreindýr. You don't have the reindeers here. Eru þið með hreindýr hér? You have. Sorry, then this may be the Iceland village. Kannski þetta bara frá Íslandi þessi saga. Anyway, this was that kind of village where nobody ever had went to the capital. Já, þetta var svona bær þar sem að enginn fór í höfuðborgina. And one day, one man from this village goes to the capital En einn dag fer einn maður úr þessu And þorpi comes í höfuðborgina. and comes back, and everybody gathers around. Og svo kemur hann tilbaka og allir flykkjast hann. And they started to ask, what did you see? Og þeir spyrja, hvað sástu? And he was describing everything what he saw. Og hann fór að lýsa öllu sem hann sá. And then he says, and then there was a zoo. Og svo segir hann, þarna var dýragarður. And everybody was asking, what is the zoo? Og hvað dýragarður, spurði fólk. Okay, zoo is the place where all kind of animals are living. Dýragarður þar sem fullt af alls konar dýrum eru í. Okay, what kind of animals? Og hvernig dýr voru? For example, there was a giraffe. Það var alltaf með gíraffi. Okay, wonderful. What is the giraffe? Hvað gíraffi? You remember, they knew only the reindeers. Þeir þekktu bara hreindýrin. So the man starts to explain, but how do I say that? You know the reindeer? Yes, we do know. Þið þekkið hreindýrin, já. So the giraffe is like a reindeer without horns, but with a really long neck. Þannig að gíraffinn eins og hreindýr nema bara með mjög langan háls. And everybody was like, yeah, now we know what the giraffe looks like. Og allir sagði, já, nú veitum við hvernig gíraffi lítur út. Then there was an elephant. Svo sagði hann, það var líka fíll í dýragarðinum. And what is the elephant? Hvað fíll? Well, you know the reindeer. Nú þið þekkið hreindýrin. Elephant is like a really, really fat reindeer, Þetta eins og mjög feitt hreindýr but with an extremely long nose. með mjög langt nef. And everybody started to think what kind of animal would be an elephant if this is like a reindeer, but who is really, really fat and with an extremely long nose. Og allir fóru að hugsa, And they said that, hvernig ætli þetta and they sé finally svona. said, yeah, now we know what the elephant looks like. Og þá sagði, já, nú veitum við hvernig fíll lítur út. And then there was a crocodile. Svo var krókódíll í dýragarðinum. Okay, what kind of animal is the crocodile? Hvernig dýr það eiginlega, spurði þeir. Well, says the man, you know the reindeer. Þið veitum hvernig hreindýrin eru. Everybody were nodding, yes, we know the reindeer. Já, við veitum hvernig þau eru. So crocodile is not like a reindeer at all. Krókódíllinn bara alls ekki eins og hreindýr. Now try to imagine what kind of animal is the crocodile if all what you know is that crocodile is not like a reindeer at all. Þannig að hvernig hægt að vita það hvernig dýrið ef að þú veist bara að það ekki eins og hreindýr? How do we describe good then? Hvernig við þá að lýsa því sem að gott A nice lamb soup is good thing to eat.
excuse me. Nice lamb soup is a good thing to eat. Já, að borða kjötsúpu er gott. Or something vegan if you prefer that way. Eða eitthvað vegan ef þið viljið það frekar. I have seen those super jeeps with the high wheels driving around here in Iceland. Ég er búin að sjá stóra jeppa keyrandi hér á Íslandi. They look like a good cars. Þeir eru eins og, They look like a good cars. já, þeir líti út frá að vera góði bílar. Probably these are the ones which will get you across all the rivers and through the mountains even when the tourists are not allowed to rent any of the cars. Þessi bílar koma okkur örugglega yfir ár og yfir allt hálendið, jafnvel þegar túristarnir fá ekki að fara þar með sínu bílum. Ice cream is good. Ís er mjög góður. Even if you are going to eat it during the winter and during the blizzard, it is still good. Og þó svo þið borðið ís vetur og jafnvel í snjóbíl, þá er hann samt góður. But the thing is that this good is just humanly good. En svona þetta góða er bara svona á mannlega vísu. This is not excellent. This is not excellent. Þetta er ekki frábært. These super jeeps are good things, good cars. Góðir, svona stórir jeppar eru góðir bílar. But most probably you can still get stuck into the snow or into the places where you are not supposed to go. En maður getur samt fest í skafli á þessum góðu bílum ef maður er einhvers staðar sem maður á ekki að fara. Soup, whether it is made from lamb or from vegetables, Hvort sem súpa er búin til úr lambakjöti eða grænmeti, is a good thing. er góð súpa. But you will get hungry again. En maður verður aftur svangur. And ice cream Og ís. is definitely good as long as you don't have to agree about the flavor. Og ís er mjög góður ef við þurfum ekki að samþykja hvaða bragð á að vera á ísnum. You see, the thing is that if we take anything in this earth, in this planet, Málið er að alveg sama hvað þið this is veljið just temporarily good. hérna á þessari jörðu, þá er þetta bara tímabundið. But with God, everything is different. En með Guði það er allt öðru vísi. There is nothing temporarily with God. Og með Guði þá er ekkert tímabundið. The things are excellent, eternal, and ideal. Og það hjá honum er frábært og alveg eins og á að vera og eilíft. And maybe because of that, Jesus chooses to say that God has to be described as good. Og þess vegna er það líklegt að Jesús sagði að það þyrfti að lýsa Guði að hann væri góður. Because this good, what we know as a good in this planet Earth, is way smaller good than whatever God has in mind. Því það góða sem að við höfum hérna á jörðu, það er svo miklu minna heldur en þetta góða sem tengist Guði. The word good is quite powerful in our lives as well, in our daily lives. Orðið gott eða góður eða góð er líka gott í okkar daglega lífi. For example, think about how do you greet each other every day, every morning. Hugsið hvernig heilsið hvorum öðrum á hverjum degi. What do you say? Hvað segir? Good morning? Góðan daginn In Spanish? á spænsku. Buenos días. It looks like good in Icelandic and in Spanish as well. Það hljómar eins og eitthvað gott bæði á spænsku og íslensku. In most of the languages, by the way, if you want to greet somebody, then you're saying good and morning, day, afternoon, whatever. Í flestum tungumálum þá segir maður þetta orð góður og svo eitthvað kemur eitthvað eftir, fyrir eftir hvaða tími dags er. There are some strange languages and strange people in this planet as well. En það eru líka til skrítin tungumál og skríti fólk. One group of them are Estonians. Til dæmis Íslendingar. We don't say good morning. Við segjum til dæmis ekki góðan daginn. We don't say good day. Við segjum ekki góðan daginn. Because that kind of formula does not exist in Estonian language. Því að svoleiðis formulegheit er ekki til í So tungumálum. when we meet each other in the morning, then we say hello. I'm trying to translate it directly. Já, þegar við hittumst á mótnana þá segjum við halló Hello from morning. frá morgni. Hello from day. Halló frá degi. So it's just hello, Og maður segir nothing bara good. halló, ekkert gott. There is only one time in our vocabulary when we say good, Það er bara einu sinni sem við segjum gott. and this is goodbye. Það segjum bara, já, Our, bara, our friends Latvians
for our neighbors as well, they know that exactly that life is better without Estonians, and that's why goodbye is in Estonian head aega. Já, það var eitthvað að segja að lífið verður svo gott án Íslendinga og þess vegna að segja gott bless. Ég að þýða náttúrulega beint úr enskunni goodbye, gott bless. But think about it. If you say to someone good night, Hugsið þetta, ef við segjum góða nótt við eitthvað, this may be like words, þetta eru orð, but in reality, this is something nice to wish for. þetta er í rauninni eitthvað gott til að óska fólki. If you're saying to someone good night, Ef þið segið við eitthvað góða nótt, then in reality, you may mean that this night is going to be a time when you can truly rest, free from worries, physical problems, and whatever weather is outside. Can you repeat that, please? If you say good night, Ef þið segið góða nótt við eitthvað, then this is something what is more than just the words. þá er þetta eitthvað meira en orð. Good night means that the night is Að segja góða nótt þýðir að nóttin sé time when you can truly rest, tími þar sem þú getur virkilega hvílst free from all kind of worries, og getur verið hvíldi frá öllum áhyggjum, from physical troubles, frá erfiðleikum líkamlega and you don't need to worry what kind of weather is outside. og þú ert ekki að hafa áhyggjur af því hvernig veðrið er úti. And then, of course, if you take the good, Ef þið takið þetta góða, something good, eitthvað gott, then this may change the situation where you are at. það getur breytt stöðunni sem maður er í. You know this, if you don't like the weather, then wait 5 minutes. Til dæmis eins og þetta orðatiltæki að segja ef þið líkar ekki við veðrið á Íslandi þá skaldu bara bíða 5 mínútur. But you don't need to wait for 5 minutes because one day there will be the days or weeks En þú þarft ekki að bíða 5 mínútur því það mun koma svo tími að dagar og vikur when it is constantly raining þegar það er stöðugt að rigna and from all directions. frá öllum áttum, þar ekki. Probably not just from heaven to the earth, but from east to west and from south to north. Ekki bara að ofan heldur frá norðan og austan og vestan og sunnan. And without the right equipment, without right clothing, Ef við erum ekki með réttan fatnað, this would be quite a miserable experience. þá er þetta mjög slæm reynsla. You know, most of the tourist places, that's why in Iceland they are selling all kind of weatherproof jackets. Og þess vegna er verið að selja mikið af svona yfirhöfnum sem að taka vel á móti veðrinu. This 4 years ago, we went to one of those places. Fyrir 4 árum síðan þá fórum við einmitt á eitt stað And salesman was looking us and then came to us asking, og sölumaðurinn horfði á okkur og spurði svo, excuse me, where are you from? hvaðan eru þið, spurði hann. And we said, we are from Estonia. Við erum frá Íslandi, sagði ég. And that makes sense. Og þá sagði hann, já, það útskýrir margt. And we were a little bit surprised. Við vorum aldrei hissa. And he continued, you have a right gear to wear. Ég sé að þið eruð í réttu fötunum. Most of the tourists, they will come here during the midsummer day with the t-shirts or with the winter jackets. Flestir túristandi sem koma hérna eru í kannski bara stuttarmaból og eru ekki með almennilega úlpu. So from one or another side of extremes. Já, eða eru með allt of þykka úlpu frá einum öfganum yfir til annars. So we just happen to understand what kind of weather we may see here. Þannig að við einhvern veginn hittum naglan á höfuðið og vorum að fatta hvernig veðrið myndi vera hérna. So for these tourists, for most of the tourists here, the weather is terrible. Fyrir flesta túrista hér þá er veðrið slæmt. But after they are going to spend a few 100,000 kronas Svo þeir eru búin að eyða nokkur 100.000 krónum and buy some nice 66 degrees north weather jacket, í úlpur frá 66 gráðu norðum. then suddenly the weather is at least tolerable. Og þá er verið allt í einu bara orðið allt í lagi. They don't need to worry about the weather anymore. Og nú þurfa þær ekki að hafa ykkur að veðrinu. Because 66 degrees north weather jacket is good thing. Af því að 66 gráðu norðu jakki er góður jakki. So that's why good is so powerful.
Og þess vegna þetta góða svo It takes our kraftfullt. miserable life. It takes our miserable life Það tekur okkar ömurlega líf and makes it a normal. og gerir það að venjulegu lífi. Through these little things, God wants to make one thing clear to us. Gegnum þessa litlu hluti vill Guð skýra eitt fyrir okkur. He who is worthy of being called good Hann sá sem verður þess að vera kallaður góður is the one who changes the situations. sá sem getur breytt aðstæðum. And he's the only one who can see through the masks what we put on. Hann sá eini sem getur séð í gegnum grímuna sem við Because setjum we upp. feel that it's easier for us to live in that way. Því okkur finnst auðveldara að vera með grímu. I believe that there are at least two reasons why Jesus answered to this gentleman this way. Ég tel að það séu tvær ástæður fyrir því af hverju Jesús svaraði þessum unga manni svona. The first reason was to give this person an opportunity to respond. Fyrsta atriðið að hann vildi gefa honum tækifæri til að svara. Respond to Jesus' question, why do you call me good? Only pray- God is good. Bregðast við þessari spurningu, af hverju kallar þú mig góðan, aðeins Guð góður? By saying, yes, because you are God. Að segja bara já, þú ert Guð. But this was not the case here. En hér var það ekki þannig. Words good teacher and kneeling before Jesus was meant as some kind of flattery. Nú þegar hann sagði góði meistari og hann kraup þarna fram fyrir honum, það var ætlað til þess að einhvers konar sem hól, einhvers konar. And this heart, what may have been moved because of what Jesus has been doing, Og þetta hjarta sem hafði verið snortið af því sem Jesús var að gera, was definitely not the heart which was surrendered to God. þetta var ekki hjarta sem var búið að gefast Guði. And the second thing why Jesus chooses this way, this response, Og annar ástæða fyrir því að Jesús ákveður að svara honum svona, is that he wanted to change the way how all of us are looking the things what we have. hann vildi breyta því hvernig við horfum á hlutina. You see, everything belongs to God, Allt tilheyrir Guði. and we are only the stewards, the servants. Við erum bara þjónar Guðs, ráðsmenn. Nobody can gain the eternal life by jumping high enough or long enough or through our own works, but only by being a child of God. Það getur enginn eignast eilífa lífi með því að hoppa nógu hátt eða gera bara hvað sem And when we look this rich young ruler, then we can understand that his life is like the weather what we can see outside of the window. Og þegar við lítum á þennan unga ríka mann, þá hann bara eins og veðrið hérna fyrir utan. In Estonia, especially during the March, Sérstaklega í mars í Íslandi, you look outside, sun is shining, þá horfum maður út og sólskinnið birds are singing, fuglarnir að syngja flowers are blooming, og blómin að blómstra. and then you step outside Og svo ferðu út and it's +1. og það bara ein gráða úti. It looks like a spring, Lítur út fyrir að vera vor, but in reality it's like basically winter. en það eiginlega bara vetur. This rich young ruler Þessi ungi ríki maður looked a right and a nice person outside. leit út frá að vera allt í lagi og góður að utan, But this was this mask what he has put on. en hann bar bara þessa grímu And Jesus saw through this mask. og Jesús sá í gegnum grímuna. And that's why he calls us to step out from our comfort zones Þess vegna segir hann okkur að stíga út fyrir and þægindaramman leave the things what we have behind og skilja eftir allt hitt and walk with him. og fara og ganga með honum. In reality, Jesus' solution is even more radical as it looks in a first reading. Lausnin hans Jesú mun róttækari heldur en það lítur út frá að vera. Jesus is not just saying, please go and share everything what you have with the poor. Jesús ekki að segja farðu og segðu öllum frá
eins og hann segir við Pál. He's saying, go and sell everything Hann segir farðu og seldu allt and then give that to the poor. og gefðu þetta svo fátækum. You see, one thing is that you're going to give away something. Eitt að gefa eitthvað frá þér. This is your decision, but it is one-off and finished. Þetta þín ákvörðun en One-off and finished. So, for example, let's look. Where do you have a car keys? Not mine, by the way. Já. But I can give away the car keys to someone. Ég get gefið þessa lykla til einhvers. In reality, I can't, but you understand. Þið skiljið hvað ég við, þó ég megi það ekki, ég á ekki bílinn. Adrian would be quite upset about that. Adrian myndi ekki vera neitt sérstaklega ánæður. But another thing is that En annað, if I have to go and sell this car, en ef ég myndi this my car, to someone, selja bílinn minn, einhverjum öðrum, so I'm going to give it away once. Nei. I'm going to give away my car. myndi gefa bílinn minn, Then I will receive a bunch of money, svo myndi ég fá fullt af pening and then Jesus calls me to give this money, which is mine again, and give that to the poor. og þá þessi peningur sem ég þá á ég að gefa það fátækum. So Jesus, instead of saying that, give away everything what you have, Í staði fyrir að Jesús segði, is gefðu allt sem calling þú átt, us to give away everything, not just based on an emotion, þannig að við hefum ekki, hann mátti ekki gefa þetta bara út frá einhverju tilfinningu, but to plan to give it away. heldur að áforma hvernig hann ætti að gefa þetta. This is a painful process, Þetta getur verið sársaukafullt. but from time to time you need to take that process and go through of it. En stundu þarf maður að fara í gegnum svona ferli. Because if you're giving away it just like that, Af því að ef þú gefur bara eitthvað, bara sí svona, then you may not learn what does it mean to walk with God. þá lærirðu ekki hvað það að ganga með Guði. Years ago, when I started to do my first steps with God, Mörgum árum síðan þegar ég hóf mína göngu með Guði and I started to go to the church, og ég byrjaði að fara í kirkju and I learned about the Sabbath, og ég lærði hvíldardaginn, then one day I thought that, this life is quite reasonable, quite acceptable, quite nice, quite good. og ég uppgötaði að þetta bara ljómandi fínt líf. I'm doing my work 5 days a week. Ég vinn 5 dagvikunar, I will go to the church 1 day a week, fer í kirkjuna 1 dagvikunar and this will leave me 1 additional day when I can do whatever I like. og svo 1 aukadagur þegar ég get bara gert hvað sem And I tried to live that kind of life. og ég reyndi að lifa slíku lífi. Until one day, Þar til 1 daginn I took my Bible þá opnaði ég biblíuna mína, and opened it, opnaði hana and there was a Revelation chapter 3. og þar opnaðist hún á Opinberunarbókinni 3. kafla And in Revelation chapter 3, og í Opinberunarbókinni 3. kafla there is a letter to the church of Laodicea. þar bréf til Laódíkeusafnarins eins og þið vitið And there is a verse og þar vers which says, verse 15 and 16, sem 15. og 16. versið. I know thy works, that you are not cold nor hot. I would hope that I would want that you would be hot or cold. Ég þekki verkið þín að þú But because hvorki you are lukewarm, I will spit you out from my mouth. Ég þekki verkið þín að þú hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur, en af því að þú hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skyrpa þér út af munni mínum. I do not know what would my life be like if I would have read that verse before going to the church. Ég veit ekki hvernig líf mitt hefði verið ef ég hefði lesið þetta vers áður en ég byrjaði að fara í kirkju. But from that day onward, En eftir þennan dag I have understood that his love hef ég skilið að elska and hans his plan og hans áform is way better miklu betri than whatever I may think about. heldur allt það sem ég hugsa By the way, there is not just a financial richness that separates us from God.
Það er ekki bara fjárhagsleg ríkidæmi sem heldur okkur frá Guði. Maybe from time to time this is our theological wealth as well. Stundum það Guðfræðin. We can puff out our chests and turn up our noses because we know the truth. Við getum orðið mjög stolt og látið rigna upp í nefið okkur af því að við þekkjum sannleikann. We can take the statue from the book of Daniel and explain it to everyone. Við getum tekið Danielsbókina og útskýrt hana fyrir And öllum. we can do it in a way that it actually makes sense. Og við getum gert það þannig að fólk skilur það vel. We are the Seventh-day Adventists who have the Sabbath and hope for the soon return of Christ. Við sjöndadags aðventistar sem höldum hvíldardaginn heilagan og að búast við endurkomu Jesú And we Krists. know how everything fits together. Og við skiljum hvernig þetta allt saman. But maybe from time to time, En stundum God looks at us við og við lítum Guð á okkur. and says that you're like this rich young ruler. Og segir við okkur, þú ert eins og þessi ungi ríki maður. You think that you have everything, Þú heldur að þú eigir allt. but in reality, please give it up. En í rauninni þarft þú að sleppa tökunum á þessu. Give up your ways of doing that kind of ministry and that kind of work. Hættu að vera að þjóna innan kirkjunar á þennan hátt. And give it up for good. Og hættu því alveg. Share the God's love. Deildu kærleika Guðs. Give out this love, what He has given to you. Gefðu þessa ást og kærleika sem hann hefur gefið þér til annara. And maybe this even means that you have to change the ways how you're doing it. Og það getur þýtt að við þurfum að breyta því hvernig við að gera hlutina. Because they have never seen anything else but reindeers. Vegna þess að þau hafa aldrei séð neitt annað en hreindýr. And they can only define the good as a lack of evil. They can only define good as a lack of evil. Já, og þau geta bara skilgreint hið góða út frá því hvernig það illa ekki. So, one more thing. Is it harder for the rich to enter the kingdom of God than for those who do not have nothing? Ein spurning, það erfiðara fyrir ríkt fólk að komast inn í himnaríki heldur en fyrir þá sem eiga ekkert? Yes. Yes. Já, Because Jesus says it so. þetta það sem Jesús segir. But He doesn't say it because God loves smaller bank account. En hann ekki að segja þetta vegna þess að Guð elskar minni eigur inn á bankareikningi. If so, then all of those who are living in Eurozone, Ef að svo væri þá væru allir í Evrópu, Eurozone, Eurozone. as a euro as a currency, Já, allir þeir sem eru með evruna would be happier and luckier than Icelanders, væru þá mun hamingjusamari heldur en Íslendingar. because 1 euro is 142 Icelandic kronas. Því að ein evra 140 íslenskar. And our bank accounts are always smaller than yours. Og bankareikningarnir hjá okkur eru alltaf með lægri upphæðum en ykkar bankareikningar. It is not about the bank account size, Þetta snýst ekki upphæðin á bankareikning. but because this richness, this wealth, what we may have, Heldur vegna þess að þetta ríkidæmi sem við getum haft is one of those masks. eitt af þessum grímum sem við með. It convinces us that we are safe, we are warm, and we are in control. Þetta samfærir okkur að við erum örugg og við erum með allt undir stjórn. And it creates a nice environment Og to live in. þægilegt umhverfi til að búa í. The prerequisite of the eternal life is not your financial status. Nú það að við getum eignast eilíft líf hefur ekkert með að gera fjárhag okkar. Because neither wealth nor poverty solves the sin issue. Hvorki ríkidæmi né fátækt munu leysa vandamál syndarinnar. The prerequisite is the total surrender to God. Það sem þetta snýst að sleppa takinu fyrir Guð. And if you have let to go everything what you have, Ef þú hefur sleppt takinu af öllu sem þú átt, then
it is always more difficult if you have something to lose. þá það er alltaf erfiðara ef þú hefur eitthvað sem að þú getur And tapað. that's why Jesus says Og þess vegna segir Jesús that for the rich it's harder to enter the kingdom of God. að það er erfiðara fyrir ríka að komast inn í himnaríki. But for all of us, En fyrir okkur öll, he's saying, þá segir hann, please take this blessing what I have. takið þessa blessun sem ég hef upp á að bjóða Use them for others og notið þessa blessanir fyrir aðra and learn to know Jesus more. og lærið að þekkja Jesú meira. And then you can start experiencing the eternal life, Þá munt þú byrja að upplifa hið eilífa líf, not sometime in the future, ekki endilega í framtíðinni, but right now, heldur akkurat núna, right here, hér á þessari stundu, on this planet, á þessari jörðu núna. where the ordinary things Það sem venjulegi hlutir need to have a divine intervention þurfa að öðlast aðkomu Guðs to be truly good. svo að þau geta verið að sönnu góðir. Amen. Amen. Shall we pray? Eigum við að biðja? Let's stand for a Við prayer. skulum standa á fætur og biðja saman. Dear Jesus, Kæri Jesús, please take us. vilt þú taka við okkur? Please take our everything. Vilt þú taka allt sem við eigum? And please step into our lives Vilt þú stíga inn í okkar líf? so that the things what we think are good Svo að þeir hlutir sem við teljum vera góðir can be blessed by you geti verið blessaðir af þér. and they would be really good. Og þá munu þeir verða virkilega góðir. And if you see that there is something what we need to give away, Og ef þú sér það við þurfum að sleppa tökunum á einhverju, then I know that you have already shown us the signs. að þá veit ég að þú ert nú þegar búin að sýna okkur merki þess. And that's why I ask that please help us to accept your call Og þess vegna biði þig að við getum tekið við þér and go according to that. og gera samkvæmt þínu vilja. I ask you to bless every single person here, Ég biði þig að blessa hvern og einn hér, that we may walk with you að við getum gengið með þér and we may learn from you og lært af þér and we can enjoy the eternal life from this day onward. og að við getum notið eilífa lífsins frá deginum í dag. Because we believe that you are coming soon. Við vitum að þú ert að fara að koma brátt aftur And even until this day, og jafnvel í dag the Holy Spirit is with us og þá heilagur andi með okkur and He is leading us og hann að leiða okkur and helping us og hann að hjálpa okkur to live with you, our God. að lifa með þér okkar Guði. Thank you that you hear our prayers Ég þakka þér fyrir að þú heyrir bænir okkar and you bless us. og þú blessar okkur. Amen. Amen. Takk fyrir. Takk fyrir Janus Janari. Hann búinn að vera að sinna gjaldkerastörfum fyrir söfnuðin okkar undanfarna mánuði og við erum mjög þakklátt fyrir það óeigingjarna starf. Hann í fullu starfi annar stað líka. En við skulum syngja uppáhaldssálminn minn, Dýrmæta vissa. Það númer 362 og að rísa alla fætur og syngja saman. Þetta svo dásamlegur sálmur.
skulum halda áfram að standa, ég ætla að fara með blessunar orðin. Verið ávallt glaðir í drottni, ég segi aftur, verið glaðir, ljúflyndið að verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunnar Guði, með bæn og beiðni og þakkargjörð, og friður Guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Amen. Takk kærlega, Elísa, fyrir